endurvinnslan, hún skiptir rosalegu máli bara vegna þess að það nú oft þannig að úrgangur eins bara verðmæti annars. Pappír, plast, brotamálmar eru verðmæti. Þess vegna eins með þetta lífræna og þetta stórt loftslagsmál líka vegna þess að lífræn úrgangur sem urðaður, hann framleiðir þá metangas og metan 20 sinnum sterkari gróðurhúsalofttegund heldur en koltvísýringur. Svona auðveldasta við að nýta lífrænan úrgang moltu. Það eru til margar lausnir. Núna komnar til að smoltugerðar vélar sem að bara gera þetta, þannig að þú þarft varla að hugsa þetta. Jarðgeravél sem við erum með, svona heimilisútgáfi, hún tekur svona 3-5 tíma. Það einn takki sem maður ítur á og þá rauninu brýtur hún það, hún hitar þetta og mylur þetta og 90% rúmmáls minnkar þetta. Þannig að þetta bara svona botnfyllið þegar þú ert búinn og þetta getur þú tekið bara út í garðinn þess að beint eða í svona safnhaug eins og við erum með og blandar í bara reglulega saman við þar. Moltugæðin sem þú færð þessu eru mjög fín þó að það sé rauninni bara uppþornað hráefni sem þú ert með. Þá næri þetta samt rakanum aftur þegar þetta blandast við jarðveginn og það kemur vatn í þetta. Þá nýtist þetta og fer ekki að mygla til dæmis eða skemmast. Þegar við erum að moltugera lífrænan úrgang frá heimilinu þá fer allt í hann nema þá helst hlutir sem geta farið beint í garðinn, kaffikorgur, eggjaskurn og eins eru ekki að brjóta niður stór bein en heilt yfir þetta kjöt, hrár, fiskur, allt saman kemst í lífræna moltugerðinni hjá. En síðan þá þetta heimilisúrgangur eitt og fyrirtækja og stofnana úrgangur annað. Ég held að fyrirtækja og stofnana úrgangur sé 4 sinnum meiri en heimilisúrgangur. Það búið að vera dálítið uppgangur í moltugerð í Þingeyjarsveit síðustu svona 5 ár. Það eru sum fyrirtæki í sveitinni eins og Bergjaja Mývatn og skólinn með svona stærri vél. Hún stendur á gólfinu og tekur 4 kíló á dag og hún meira mallar allan daginn. Þú bætir bara, opnar og bætir í þannig til hún full. Ef þú verður til dæmis að velta þig fyrir að byrja moltugerð en þú segir samt ekki alveg tilganginn með því þá myndi ég nú samt alveg hugsa það aðeins lengra því að þetta eins og svona heima moltugerðarvél. Þetta eins einfalt og hægt Þetta svona pínu sem að sé á svindtakkan í PlayStation sko. Þetta á ekki að vera svona einfalt en þetta eiginlega of einfalt til þess að gera þetta ekki. Við erum flestöll alltaf að leitast eftir því að verða sjálfbærari og sjálfbærari. Þetta gott fyrir jörðina? Þetta gott fyrir samfélagið? Og þetta gott fyrir pingjuna? Moltugerð og þá sérstaklega heimamoltugerð tikkar í öll þessi box. Þú bara setur þetta í vélina og færð gull út úr henni.